Gleðilega hvíldardag, kæru vinir. Já, það kemur fram í þessu lagi sem hann Þorvaldur búinn að syngja fyrir þjóðina í svo mörg ár, að við getum aldrei greitt það sem var gefið okkur til frelsunar og bjargar. Jesú gaf líf sitt. Því miður eru svo margir sem átta sig ekki á því. Ég var út í Pólland daginn og ég spurði elskulega vinkonu mína, hana Barböru, allt í einu upp úr þurru, komin á óvart. Ég spurði, hversu mikið elskaru Jesú? Hún alin upp sem kaþólikki og henni brá. Og spurningin komin í algjörlega opna skjöldu og ég var svo sem ekkert að reyna að undirbúa hana. Bara, ég skildi þessa spurningu eftir hjá henni vegna þess að á minni 75 ára ævi þá hef ég smátt og smátt komist að raunum að það besta sem maður getur gert í lífi sínu það að játa ást sína og trausta á Jesú, að elska hann, af því hann elskaði okkur fyrst, löngu áður en við fættumst. Mér var sent lítið vídeo daginn sem talaði svo skýrt til mín. Vinkona mín hérna, Magnea, hún sendi mér þetta og ég verð að deila þið með ykkur áður en ég byrja í rauninni mál mitt. Það var maður sem hefur verið einhver tíman greinilega fastur í fjötrum töfra, dulspeki, satansdýrkunar. Hann greinilega bar með sér gamalt tattú á enninu og sumir komast út úr þessu við illan leik, oft lemstraðir, sem hafa farið inn í svona költ, eins og við köllum það á svona enskunni. En hann var að vitna eitt mikilvægan hlut sem skiptir svo miklu máli og minnir okkur á að biðja fyrir hvert öðru og biðja fyrir börnunum okkar. Þannig að það sem að Biblían kallar andaveru vonskunnar eru svo raunverulegir og öflugir andar. Og eitt af því sem sumir þeirra ástunda, það bara þeirra starf, það þeirra verkefni á hverjum degi, það að senda hugskeiti, senda áhrifavalda inn í huga okkar. Við vitum ekkert hvaðan hugmyndir koma stundum sem eru fáránlegar, vondar, það bara alls konar hugmyndir, og sem valda líka alls konar verkum og alls konar ákvörðunum sem betur væru ógerðar. Og hann var spurður að því hvers vegna sumum þeirra mistækist að skjóta þessum hugmyndum í óþroskaða heila barnanna. Því að Hollywood mjög dugleg með teiknimyndaseríum og öðru að rugla í höfðinu á börnunum og okkur líka. En hann sagði svolítið merkilegan hlut sem ég verð að deila með ykkur. Hann sagði það ákveðin hópur barna sem ekki virðist verða fyrir áhrifum af þessum andaverum vonskunnar, þessum hugskeytum þeirra. Og vitið þið hvers vegna það er? Hann gat játa þetta út af því hann var horfinn frá þessum satanísku söfnuði. Hann sagði það vegna þess að foreldrar þeirra biðja fyrir þeim út í daginn, biðja fyrir þeim áður en þau fara í skólan, þar sem þessar andaverur sem sveima allstaðar í kring og reyna að eyðileggja sköpunarverk Guðs eru á sveimi. Hann sagði, bænirnar gera það verkum að það eins og fyrir þá sem fá að sjá, að það eins og hjálmur, það eins og ljós í kringum höfuð þeirra, eins og geislandi ljós, sem ver höfuð og hugsanir fyrir þessum árásum. Og það ástæða fyrir því að Biblían leggur ríka áherslu og Páll minnir okkur á þetta og ég áttur að koma að því í máli mínu að við að varast andaveru vonskunnar. Hann væri ekkert að vara okkur við ef þetta væri ekki raunveruleg hætta. Við sjáum ekki alltaf hætturnar, þær eru okkar huldar. Og nú skal ég byrja mál mitt. Ég komist að því að það sem gerir mig örvinglaða eru hlutir eins og þegar talvan mín kemst ekki á netið. Við getum
lent í því. Gott og vel, ég kemst inn á skrifsvæði mitt, ég get farið inn á Word, en ég get ekki komist inn á netið. Það gerist núna daginn. Einhverja hluta vegna og verð því að nota símann minn til að komast inn á biblíuforritið til að finna texta sem ég verð þá að slá inn á lyklaborðið handvirkt, því ég get ekki tekið afrit af texta og límt inn í hugleiðinguna mína. Við erum orðin svona háð þessum tæknilegu lausnum. Maðurinn minn reynir að hjálpa, en því miður tekst það ekki þar sem tölvan hans er ekki notuð fyrir ritmál. Það er að mestu bara ég sem skrifa texta á okkar heimili. Þetta verður til þess að ég reyna að skrá mig inn og stofna aðgang að rituðum texta skrifum á hans tölvu. Það er svo lítið langsótt og ég finn stressið og óþolinmæðina gagntaka mig, svo pirring, því hann er ekki með aðgangsorð og leiðin til að stofna reikningin torsótt. Því kóðar sem ég læt senda á netfangi mitt berast ekki fyrir en allt of seint. Mér brestur þolinmæði og finn hver lítil ég verð í mér gagnvart tækni sem er svo einföld fyrir þá sem kunna betur á tölvurnar sínar en ég. Mér skortir þolinmæði og hugrekki, kunnáttu og rósemi. Þetta er lýsing á ástandi sem á kannski bara eftir að versna. Netið lá líka niðri hjá heimilislækninu mínum. Ég ætlaði ekki að þora svar í síman því það stóð leyninúmer. Svo kom símtali frá lækninum sem sagði að það væri smá vandi því að netið lægi niðri eins og er. Þetta er lýsing á því ástandi sem á bara eftir að verða verra innan tíðar. Vandamál mitt leystist svo þegar sonur minn tók eftir að lítill magnari eða netbeinir var sofandi eða óvirkur á nálægu hornborði. Máli dautt, tölva mín og netið aftur virkt. En þetta á bara eftir að versna. Af hverju segi ég það? Jú, við lifum í heimi þar sem maðurinn er orðinn svo háður tækni að hann man ekkert lengur nema að tékka á tölvunni eða símanum sínum. Kannist þið við það? Hversu margir muna símanúmer helstu vina og fjölskyldu lengur? Hversu mörg okkar muna kafla úr biblíunni mikilvæga ritningarstaði utan að? Ég man Jóhannes 3:16 af því að það er ákveðið leyniorð innan okkar hóps. Ég man líka upphaf Jóhannesar Guðspjalls, það er svo oft endurtekið. En ég vildi óska að ég myndi sálmana meira en 23. Davíðssálm. Af hverju munum við hann? Jú, vegna þess að við höfum svo oft sungið þennan sálm og það hjálpar. Eigum við þá að syngja fleiri sálma og læra utan að? Ég held að það myndi hjálpa. Í alvöru, ég held að geti bjargað okkur á erfiðum augnablikum í erfiðri stöðu. Ástæðan fyrir þessari sannfæringu minni er bók sem ég hef nýverið hlustað á og vakti mig til umhugsunar. Bókin fjallaði reynslu konu sem er eða var starfandi læknir og mjög trúuð. Hún fékk til sín konu sem sjúkling sem síðar kom í ljós að var tengd inn í samfélag þeirra sem stunda trúarbrögð og siði tengda satanisma. Reynsla hennar og þeirra sem hún fór svo að hjálpa til að losna undan andavaldi er slík að ég ætla ekki einu sinni að reyna að lýsa því hér. Slíkt er líka svo varasamt efni að fjalla bókstaflega hættulegt ef satt skal segja. Ekki datt mér í hug að ég hefði sjálf verið komin óhugnanlega nálægt því að falla undir andavald. Þegar ég góðri trú vildi reyna að vera miðill og var í slagtogi með fólki sem stundaði miðilsfundi og fann þar undarlegan kraft sem jafnvel hafði líkamleg áhrif á mig. Kraft sem líktist einna helst rafmagni og fékk líkama minn til að titra að hluta. Ekki ósvipað því að taka í veikan rafstörum sem leiðir út. Fólkið sem fjallað í þessari bók tekst á við hluti sem ég myndi ekki óska óvinum mínum að reyna. Þegar einhver hefur sögt sér niður í dulræn efni og jafnvel viðurkennt Satan sem sitt yfirvald, er erfiður en nokkuð grunar að slíta sig lausan.
Hafi óvinur Guðs talið sig eignast einhvern, sleppir hann ekki takinu svo auðveldlega. Það mátti þessi læknir reyna á eigin skinni og þá ekki síst skjólstæðingar hennar sem hún reyndi að hjálpa til að losna undan heljartökum andavera vonskunnar. Við erum að tala sjúkdóma sem koma án tilefnis, líkamleg meiðsl sem ósýnilegir andar valda, já, eins og þeir sem þykjast kunna að fremja kraftaverk og lækna með því að fólk hrynur í gólfið vegna ósýnilegs afls. Þið hafi séð þetta í sjónvarpi eða jafnvel upplifað. Óvinurinn getur slegið fólksjúkdómum og síðan hjálpað hinum frægu sjónvarpspredikurinn sínum til að lækna eins og ekkert sé. Bara það að fólk fellur aftur fyrir sig við nálægð þessara afla ætti að láta okkur taka til fótanna og forða okkur. Því að þetta eru merki andavald sem ekki frá Guði, né englum hans. Að sjá fræga predikara sveifla höndunum og hóp af grandalösu fólki hrynja í gólfið aðeins sýning til að sannfæra fólkum eitthvað sem það heldur að sé kraftaverk, en bara sýning til að blekkja og draga frá hinum sanna frelsara. Jesús lét engan falla aftur fyrir sig þegar hann læknaði, en fólk féll oft á kné og laut honum, enda hann meistarinn mikli, drottinn okkar. Hvenær segir frá því í Guðs orði að einhver hafi fallið aftur fyrir sig? Aldrei, það gerðist ekki. Persóna sem í skjóli læknisins var og meðal biðjandi hóps átti í nokkura ára baráttu til að losna undan hlekkjum andavera vonskunnar. Svo sterkt var haldið. Móðir hennar hafði í raun gefið hana inn í þennan hóp í trúarlegum tilgangi, svo hún var frá byrjun sem saklaust barn ofurseld þessum iðkendum dulræns valds og andaverum vonskunnar. Það ástæða fyrir því að við erum sterklega vöruð við andaverum vonskunnar. Vonskunnar, takið eftir, það ekkert gott í þessu. Í 6. kafla Efesusbréfsins skrifar Páll þessi mikilvægu orð. Hann segir frá 10. versi: Að lokum, styrkist nú í drottni og í krafti máttar hans, klæðist alvæpni Guðs til þess að þeir geti staðist vélabrögð djöfulsins, því að baráttan sem við eigum í ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkus, við andaverur vonskunnar í heimingeimnum. Takið því alvæpni Guðs til þess að þeir geti veitt mótstöðu á hinum vondadegi og haldið velli þegar þér hafið sigrað allt. Standið því girtir sannleika lendariðar og klæddir brynju réttlætisins og skóaðir á fótunum með fúsleik til að flytja fagnaðar boðskap friðarins. Takið fram allt skjöld trúarinnar sem þér getur slökkt með öll hinn eldlegu skeyti hins vonda. Takið við hjálmi hjálpræðisins og sverði andans sem Guðs orð. Gjörið það með bæn og beiðni og biðjið á hverri tíð í anda. Verið því árvakrir og staðfastir í bæn fyrir öllum heilugum. Biðjið fyrir mér, svo mér verði gefið orð að mæla, þá ég lík upp munni mínum til þess að ég kunngjöri með djörfung leyndardóma fagnaðar erindisins. Biðjið fyrir mér, bað Páll, að honum yrði gefið orð að mæla. Ég sest aldrei niður til að skrifa hugleiðingu án þess að biðja Guð margsinnis vernd, anda sinn, til að gefa mér orð sem blessa og upplýsa þá sem á hlýða. Ég veit allt of mikið þá sem ráðast á fylgjendur Jesú til að taka því með kæruleysi sem þeir geta gert hinum trúuðu til miska. Þess vegna meðal annars dýrmætt að kunna sterka ritningarstaði utanað. Það brynja og skjöldur, ótrúlega sterkt,
gegn þeim sem vilja þér illt og hata Drottinn. Það sem var ráðlagt til að brjótast undan andavaldi þessari bók var meðal annars þetta: erfitt, en það er notað víða. Það meira sem notað að vissum leyti í 12 sporunum. Það segir: játaðu allar syndir, allar, og lýstu því yfir að Jesús Kristur sé Drottinn þinn og yfirvald. Farðu með tilvitnanir í Biblíuna, lofaðu Drottinn og staðfestu með munni þínum hver sé þinn Guð. Þetta er líka í Biblíunni. Það eru fyrirmæli í Rómverjabréfinu 10. kafla frá versi 9. Þar stendur: ef þú játar með munni þínum að Jesús er Drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð hafi vakið hann upp frá dauðum, verður þú hólpinn. Hugsið ykkur. Með hjartanu trúa til réttlætis og með munnunum játa til hjálpræðis. Og þegar við gerum þetta, það eru illir andar eða einhvers staðar nálægt, þeir flýja burtu, þeir þola ekki ef við lofum Drottinn Jesú Krist. Og í 13. versinu, ég tek það aftur fram, því að hver sem ákallar nafn Drottins verður hólpinn. Sjáum við ekki skýrt hér hver mikilvægt er að svara öllum skýrt á hvern við trúum. Það er kraftur í orði Drottins, enda notaði Jesú þetta þegar að Satan freistaði hans forðum. Þegar Jesús var máttvana og fastandi í eyðimörkinni, ofurseldur undir mannlega stöðu sína sem maður að eigin vilja, til að sýna og sanna elsku sína sem skapari og Drottinn. Hann lagði niður allt okkar vegna og var syndlaus allt til dauða. Þegar óvinurinn leitaðist við að freista hans til að seðja hungur sitt með mætti þeim sem honum var sannarlega gefinn, ef hann væri sonur Guðs, svaraði Jesú: eigi lifir maðurinn á einu saman brauði, heldur á hverju því orði sem framgengur af Guðs munni. Og við vitum hvernig það fór. Það var sama hvað djöfullinn reyndi með ögrunum: ef þú ert sonur Guðs, og svo framvegis. Vitnaði sjálfur í þekkta ritningu Satan, þar að segja: hann mun fela þig englum sínum og þeir munu bera þig á höndum sér svo að þú steytir ekki fót þinn við steini. Og Jesús svarar: aftur er ritað, þú skalt ekki freista Drottins Guðs þíns. Í síðustu tilraun til að fella Jesú fær Satan að heyra það: vík burt, Satan. Ritað er: Drottinn Guð þinn skalt þú tilbiðja og þjóna honum einum. Og athugum, við höfum fyrirmynd þarna í Kristi Jesú, að það er að víkja burtu, skipa í hans nafni. Það er sterkt. Ef við finnum einhverja nálægð sem að okkur er ofurefli, þá eigum við að fara í fótspor Jesú. Hann sagði: fetið í fótspor mín, takið minn kross. Þetta er það öflugt, orð Guðs. En þá loks gafst djöfullinn upp og fór frá. Þetta gildir enn þann dag í dag. Guð hefur ekki breyst og okkur, okkur er gefið að beita sömu aðferðum og vitna í ritninguna, ávíta og skipa illum öndum í nafni Jesú Krists að koma sér burt. Í áðurnefndri bók kemur skýrt fram að í baráttu við andavald dugir ekkert minna en að tala út trú sína á Drottinn Jesú Krist, játa trú sína og hollustu, sannfæringu fyrir úthellt blóð Krists sem lýst er í viðuregn höfundar og skjólstæðinga hennar. Ég hef hins vegar upplifað ásókn sem ég veit nú að var ekki bara það sem kallað er vökumartröð, sem betur fer, þó ég ætti ekki trú eins og ég á í dag, þá var það fyrsta sem mér datt í hug var að kalla í huga mér á Jesú mér til hjálpar. Talfæri mín og rödd var algjörlega lömuð. Það dugði.
Veran sem ég sá koma inn í herbergi mitt var eins og hávaxinn maður í hettukufli og skólhljóðið fékk mig til að missa allan mátt og fyllast skelfingu. Ég gat mig hvergi hreyft en hrópaði í huga mér á Jesú og reyndi eins og ég gat að stynja upp nafni hans með veikri röddu. Það dugði, en ég gleymi þessu aldrei. Ég var 21 árs. Ég var ófrísk af fyrsta barninu mínu og fann sárlega til þess að vernda þyrfti það fyrir nærveru þessa illa anda. Það tók mig hins vegar 17 ár að komast til trúar og læra að treysta Guð og kynnast orði hans, en fram að því gerði ég alls konar tilraunir og leit. Ekki alltaf skynsamlega. Nýöldin komin á fullt, framboð af alls konar spennandi og dularfullu á boðstólum. Með þessari svokölluðu nýöld kom mikið af alls konar kenningum líf eftir dauðan. Svo sterk urðu þau áhrif að ég ólst upp við að móðir mín fékk jólabækur miðla, læknamiðla, talmiðla, skygnilýsingamiðla, nefndu það. Listinn er langur alls konar efni sem talaði gegn biblíuboðskap og með dulrænni upplifun. Þú áttir að hlusta á tilfinningu þína, leitast eftir að sjá og skynja, lesa í bolla, spá í tarotspil. Allt svo spennandi og vinsælasta manneskjan á mörgum vinnustöðum var gjarnan sú sem spáði í bolla. Man vel eftir þess á mínum vinnustöðum í hjúkrun. Allir hrópuðust í kringum konuna sem las í bollan þeirra. Þetta hefur að því virðist vera minnkað eins og margar aðra bólur sem allt loft fer úr. Hvers vegna? Jú, takið eftir, Satan er aldrei hugmyndalaus. Núna hefur Hollywood ausið út myndaserjum og stórmyndum alls konar vísindi og yfirnáttúrulega krafta, svo bollaspádómarnir ekki svo merkilegi lengur. Svo á fólk snjalltæki sem segja því alls konar hverju eftir eigin óskum. Þar er af svo sannarlega af nóg að taka. Fullt af alls konar öppum sem bjóða þér að læra að slaka á, leita inn á við, anda þig inn í æðri vitund, frambúðir slíkt að æra mætti óstöðugan að skoða það hvað þá að velja sér einhverja leið. En það skal engan undra að fólk leiti alls konar lausna í þessum heimi, ringulreiðar sem við sjáum í kringum okkur. Vandamálið er bara að það leitar ekki Guðs, það leitar ekki í orði Guðs, ekki jafnvel í barstrúna sem þó gæti hjálpað. Þegar svo virðist sem að öll náttúran sé að fara á hvolf, hamfarir og ógnir allstaðar, þá minnumst þess að Guð skapari okkar er ennþá við stjórnvölin. Við þurfum ekkert að óttast eða veikjast í trúni, þó að út allt geysi ógnar sterk veður, flóð, jarðskjálftar, farsóttir, eldar. Þetta er allt í spádómum Biblíunnar, skýrt og auðskilið. Allt þetta eru merki að óðum styttist sá tími sem Kristur birtist í mætt og dýrð. Við megum ekki gleyma því eitt andartak. Í 21. kafla Lúkasar segir, og þetta á við á okkar dögum ekki síður en þá. En þeir spurðu hann, lærisveinarnir, meistari, hvenær verður þetta og hvert mun tákn þess að það sé að koma fram? Hann svaraði, varist að láta leiða ykkur í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja, það er ég og tíminn er í nánd. Fylgi þeim ekki. En þegar þér spyrjið hernað og upplaup, þá skelfist ekki. Þetta á undan að fara, en endirinn kemur ekki samstundis. Hann gat nú ekki sagt að það yrði mörg 100 ár framundan. Það dugði þeim mannsæfin til að breiða út fagnaðarerindið. En það eru skýr þessi orð. Síðan sagði hann við þá, þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki. Þá verða landskjálftar miklir og drepsóttir og hungur á ýmsum stöðum, en ógnir og tákn mikil á himni. En á undan öllu þessu munu menn leggja hendur á yður og ofsækja yður,
færa yður fyrir samkundur og í fangelsi og draga yður fyrir konung og landshöfðingja, sakir nafns míns. Má ég minna ykkur á, og þið hafið kannski mörg ykkar séð það í fréttum, að fólk sem biður í hljóði út á götu hefur verið ákært og handtekið fyrir að biðja í hljóði, bara svona. Þetta mátti lesa í fréttum á netinu í fyrra. Ein manneskja sem var bara að standa og biðja fyrir þeim sem voru láta í það fóstri, það mátti greinilega ekki. Hver var á bak við þessa handtöku og ásakanir? Hver haldið þið? Þetta veitir yður tækifæri til vitnisburðar, segir í 13. versinu í 21. kafla Jóhannesar. En festi það vel í mig huga að vera ekki fyrirfram að hugsa hvernig þér eigið að verjast, því að ég mun gefa yður orð og visku sem einhver mótstöðumenn yður fá staðist í gegn né hrakið. Og Magnea var að tala hvítasunudaginn og úthellingu heilags anda. Jesús stendur alltaf við orð sín. En hann segir áfram, jafnvel foreldrar og bræður og frændur og vinir munu framselja yður og sumir yðar munu líflátnir. Eins og framkomað, lærisveinarnir voru heldur betur látnir finna fyrir því. Og hann segir við þá, þér munuð hataðir af öllum vegna nafns míns, en ekki mun tínast eitt hár á höfði ykkar. Hann á alltaf, drottinn á alltaf síðast orðið. Eins og ég sagði hér áðan, nýaldar bylgjan óx eins og illgresi og kæfði marga einlæga guðstrú. Á undanförnum áratugum, bara á minni 75 ára lífsgöngu, jókst tala þeirra sem fylgja nýaldarhreyfingu nær 300%. Samkvæmt rannsókn í Bandaríkjunum jókst fjöldi þeirra sem kannast við að vera aðdáendur norna eða vikkan iðkenda eins og það er kallað í heiðni eða spiritistatrúar 400% á undanförnum áratugum. Kannski er tala norðin miklu hærri, þetta eru ekki allra nýjustu tölur. En ég á frændur sem að myndi ekki einu sinni láta finna sig tilbýða Guð fyrir ég veit ekki hvað. Ég á alls konar vini sem að dýrka alls konar allt annað. Unga fólkið er í miklu meiri hluta og það passar. 3 á mótum einum af eldri kynslóðinni. Hvers vegna? Jú, óvinurinn notar alla klæki og hefur áunnist vel. Eins og ég sagði áðan, Hollywood mokar inn ótölulegum áhrifavöldum og falskenningum. Hvaða myndefni birtist á skjánum sem auglýsingar fyrir afþreyingu? Annað hvort glæpaserjur eða eitthvað dulrænum eða yfirnáttúrlegum toga. Fallegar sannar myndir í algjörum minnihluta. Fólk sofnar á verðinum og gaggrínir ekkert. Börn verða heilaþvegin af því að horfa á teiknimyndir sem bera í sér dulinn falsboðskap. Þar sem hetjurnar eru oftar en ekki mannverur með töfravald og yfirnáttúrulegan mátt. Hvernig eiga börnin að læra að þekkja Guð skapara alls eða Jesú Krist? Það er merkilegt að lesa Jesaja 29. kafla. Guðs orð er engu líkt. Hlustið og dragið ykkar eigin ályktanir. Textin er magnaður í ljósi tímana sem við lifum á. Þetta eru lokaorðin í þessu. Þetta er 29. kafli Jesaja, frá 10. versi til 24. Því að drottinn hefur úthellt yfir yður svefnsemis anda og afturlugt augu yðar spámennina og brugðið hulu yfir höfuð yðar þá sem vitranir fá. Öll opinberun er yður sem orðin í innsiglari bók. Sé hún fengin þeim sem kann að lesa og sagt, lest þú þetta, þá segir hann, ég get það ekki því hún er innsigluð. Ég hef heyrt marga að segja, það er ekki hægt að skilja Biblíuna, hún er bara algjörlega lokubók fyrir mér. En sé bókin fengin þeim sem eigi kann að lesa og sagt, lestu þetta, þá segir hann, ég er ekki læs,
Ég heyri líka alls konar aðrar ástæður eins og ég er með svo mikinn athyglisbrest, ég get bara ekki lesið. Ég veit alls konar afsakanir. En Drottinn sagði, með því að þessi líður nálgast mig með munni sínum og heiðra mig með vörum sínum, en fjarlægir hjarta sitt langt í burtu frá mér, og með því að ótti þeirra fyrir mér er mannaboðorð lærð utanbókar. Ég ætla ekki að fara nánar út í hvað þetta getur þýtt, það er fyrir ykkur að finna út. En við vitum að margir eru með svokalla siði og gamlar venjur og alls konar flottheit, en það er bara á ytraborði. Sjá fyrir því mun ég enn fara undursamlega með þennan líð, undursamlega og undarlega. Speki spekingana skal komast í þrot, hyggindi hyggindamannana fara í felur. Vei þeim sem leggjast djúpt til þess að dylja áform sín fyrir Drottni og fremja verk sín í myrkrinu og segja, hver sér oss, hver veit af oss, hvílík fásinna, eða skal meta að jöfnu leirin og smiðin. Svo að verki geti sagt meistarann, hann hefur ekki búið mig til, og smíðin geti sagt smiðin, hann kann ekki neitt. Þetta er vantrúin. Þetta er það sem fólk segir, Guð er ekki til og Guð er ekki skapari. Frá 17. versi. Eftir skamma hríð skal Líbanon skógur verða að aldingarði og aldingarður talin verða kjarskógur. Á þeim degi, og hlustu nú á vonina sem felst í þessum texta, á þeim degi skulu hinni daufu heyra rituð orð og augu hinna blindu skulu sjá út úr dimmunni og myrkrinu. Þá mun aukast gleði hinna auðmjúku yfir Drottni og hinni fátækustu meðal manna munu fagna yfir hinnum heilaga í Ísrael. Því að ofbeldismenn eru ekki framar til og spottarar undir lokliðnir og allir þeir upprættir er ranglæti iðka. Þeir er sakfella menn fyrir rétti og leggja snörur fyrir þá er vanda á þingum og blekkja hina saklausu með hégóma. Fyrir því segir Drottinn er hann frelsaði Abraham svo Jakobs hús. Jakob skal eigi framar þurfa blygðast sín og ásjóna hans eigi framar blikna. Því að þegar niðjar hans, við erum líka niðjar hans, við erum afkomendur þeirra, þegar niðjar hans sjá verk handa minna meðal sín og munu þeir helga nafn mitt, þeir munu helga hinn heilaga Jakobs Guð og óttast Ísraels Guð. Þá munu hinnir andlega viltu átta sig og hinnir þverúðar fullu láta sér segjast. En það er ekki fyrir í lok tímana. Jesaja talar þetta fyrir margt löngu, en það á við í dag. En við skulum ekki vera meðal þeirra þverúðar fullu, við skulum treysta Drottni í dag. Þakka ykkur fyrir áhörnina.